Ég held við verðum að segja bara að menningarlífi öflugt, var og öflugt á Austurlandi og það enn. Það örugglega einhverju leyti vegna þess að við erum það langt frá Reykjavík, það svo erfitt að sækja menningu og við höfum þess vegna þurft að vera svolítið sjálfbær. Auðvitað hefur tónlistin mjög lengi verið mjög sterkur hluti af okkar samfélagi vegna kannski ekki síst að við fáum inn á svæði fólk menntaði tónlist í gegnum tónlistarskólana og hér var bara mjög gömul hátíð í gangi sem var þá orðin margra ára sem var jazzhátíð Egilsstaða sem síðar var jazzhátíð Egilsstaða á Austurlandi eða jazzhátíð Austurlands og það urðu til spennandi verkefni eins og bara trúbadórahátíð og það var orðið til hérna á Seyðisfirði á Seyði sem var listahátíð það sumar þannig að áður en að menningarráð Austurlands var stofnað var fullt í gangi bæði hátíðir og viðburðir. Nú fljótlega eftir urðu svo til ennþá fleiri, svo trúbadórahátíðin og Bláa kirkjan en þetta var mjög tónlistarmiðað og svo þekkjum við náttúrulega það sem gerðist svo áfram, bræðsla og eistnaflug og Hammond og svo náttúrulega Lunga sem nú kannski hérna svona sker sig svolítið úr fyrir það að þetta listahátíð ungs fólks fyrst og fremst og það náttúrulega frumkvöðlinn þar var Alla Borgþórs sem hérna startaði Lunga á sínum tíma þannig að ég held að það hafi skipt miklu máli að við byggum strax til þá 4 menningarmiðstöðvar. Það var sérst ein á Hornafirði, ein á Eskifirði sem nú í Fjarðabyggð, Seyðisfirði og Egilsstöðum og þær höfðu hver sitt sérsvið og ég held að það hafi verið gæfuspor bara til þess að bæði að færi fjármagn dreift á svæðið og við værum að sinna ákveðnum ákveðnum listgreinum en allt byggir þetta eins og við vitum öll á öflugri grasrót þannig að hérna ég nefndi tónlistarskólana áðan en við getum líka bara tekið leikfélögin. Þau náttúrulega búin að vera feikilega öflug lengi og það var mjög gaman að fylgjast með bara barnaleikhússtarfinu sem var á Fáskrúðsfirði og Reyðarfirði þegar ég var nýbyrjuð og það var bara öflugt og ótrúlega metnaðarfullt því miður ekki til lengur en hérna leikfélag Fljótsdalshérað hefur verið og Seyðisfirði og víðar sko. Þannig að og svo hafa náttúrulega smá saman bæði fyrir samstarf við svona ákveðið samstarf á landsvísu og ekki kannski síður á bara alþjóðlega vísu orðið til það að frekari verkefni og ekki kannski síður bara að fólk hefur flutt á svæðið og látið sig viðkoma samfélagið sem það býr í. Og þar kannski má nefna Sigurð Guðmundsson á Djúpavogi og hvað hann hefur búinn að gera fyrir það svæði og hvað bara verkið hans í Gleðivík hafa vakið mikla athygli og bara aðdráttarafl fyrir Djúpavog. Og svo hann náttúrulega núna kominn inn með Þór Vigfússyni og fleirum með safn og mikið að gerast. Það stöðug finnst mér þróun.